Allur, Heiðari. Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar sem haldinn hér 16. maí 2018. Þessi fundur númer 717 og ég segi fund settan. Á þessu sinni eru 12 mál á dagskrá. Fyrst tökum við fyrir 2 fundargerðir frá bæjarráði og síðan 5 fundargerðir frá ýmsum nefndum og loks 5 fundargerðir til kynningar. Við byrjum á fundargerð númer 1352. Það er þannig að það þarf að leita afbrigða vegna máls sem við þurfum að taka þá fyrsta dagskrá sem heitir Sveitarstjórnarkosningar 2018. Biðjum samþykki fundarins til þess að við tökum það mál á dagskrá. Það er samþykkt með 9 atkvæðum og þetta snýst það, svo ég haldi áfram, að það þarf að kjósa 3 fulltrúa í undirkjörstjórnir fyrir kjördaginn 27. maí næstkomandi og tillaga mín er það sú að bæjarráði verði farið að sjá þennan hluta fram að kjördegi. Það gæti verið í fyrramálið af bæjarráðsfundi eða eftir rúma viku. Ég ætla að fá að lesa þá upp tillöguna. Hún er svohljóðandi. Lagt er til að bæjarstjórn veiti bæjarráði umboð til að kjósa fulltrúa í undirkjörstjórnir vegna forfalla núverandi fulltrúa eftir því sem þörf krefur fram að kjördegi 27. maí 2018. Þeir sem samþykkja þessa tillögur bennir að rétta upp hönd. Sigrún Pálsdóttir, greiðir þú ekki atkvæði í þessu máli? Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá hefjumst við handan með útsenda dagskrá og það er sem sagt bæjarráð, fundur númer 1352. Hann var haldinn 3. maí síðastliðinn og ég get borðið laust. Það voru 6 mál á dagskrá. Enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðum lokið við þessa fundargerð og ég bið fundarmenn að rétta upp hönd og samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér. Þessi fundargerð er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundargerð bæjarráðs síðari sem verður tekið fyrir í dag. Hann var haldinn 11. maí á sjálfan loka daginn. Hann var númer 1353 og ég gef orðið laust og Sigrún Pálsdóttir, þú er beðin orðið. Gjörðu svo vel. Það var líka 7 mál á dagskrá. Já, forseti, ég kem hér fram undir máli númer 7, Sveitarstjórnarkosningar 2018. Ég sem fulltrúi íbúahreyfingarinnar óskaði eftir því að kosningaáróður sem að Sjálfstæðisflokkurinn er búinn að líma upp hér utan á bæjarstjórnarskrifstofunnar og við innganginn á bæjarstjórnarskrifstofuna yrði tekið niður og lagði fram á síðasta fundi bæjarráðs tillögu þar að hann yrði fjarlægður. Í rauninni er það svo að íslensk löggjöf er veik að því leyti að þetta er ekki löglegt, að þetta er ekki bannað. Þetta er ekki bannað, það er ekki bannað að hengja upp kosningaáróður í og á opinberum byggingum, en það er hins vegar og hefur lengi verið talið siðlaust að gera það. Vegna þess að við búum í samfélagi þar sem að fólk tilheyrir, þar sem að fólk hefur mismunandi stjórnmálaskoðanir og þegar að það kemur á bæjarskrifstofu á það ekki að þurfa að þola það að vera að hafður sé í frammi kosningaáróður.
sérstaklega þegar á í hlut meiri hluti bæjarstjórnar. Sjálfstæðisflokkurinn er hér í meiri hluta og hann misnotar aðstöðu sína til þess að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga með þessum hætti. Ég bjó lengi í Vestur-Berlín og fór oft í heimsókn yfir til Austur-Berlínar og þar var náttúrulega mjög algengt að myndir af fyrirmennum væru víðsvegar borgina og á byggingum stjórnsýslunnar. Þetta hefur ekki verið til siðs á Íslandi að gera þetta og þótt vera líka vott einhvers konar einræðistilburði að gera slíkt. Og þetta svo sjaldgæft að ég þurfti að leita aftur til ársins 1959 til þess að finna frétt álíka mál. Og það var þá einmitt Sjálfstæðisflokkurinn sem að hengdi upp kosningaáróður á miðbæjarskólann í Reykjavík fyrir þær kosningar. Og seinna var síðan miðbæjarskólinn notaður nokkrum dögum síðar sem kjörstaður. En mig langar að lesa upp þessa tillögu sem að meiri hluti Sjálfstæðisflokksins hafnaði og Samfylkingin satt hjá við þá afgreiðslu. Þorði greinilega ekki að taka af skarið með að hvetja bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til að fjarlægja þennan kosningaáróður. Heldur lét sér nægja að tala að þetta væri til vansa í bókun sem að þau fluttu hér. En allavega tillagan hljómar svo: bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar fer þess á leit við bæjarráð að það leiti eftir því að við fulltrúa D-lista að þeir fjarlægi kosningaáróður úr gluggum Kjarnans og að vegg við innganginn að bæjarskrifstofunni. Kjarni er opinber bygging þar sem hann hýsir bæjarskrifstofur, fundarsali bæjarstjórnar og bæjarráðs, auk annarra fagnefnda. Einnig bókasafn Mosfellsbæjar, listasal Mosfellsbæjar og heilsugæslu Mosfellsbæjar. Í húsinu fundar kjörstjórn Mosfellsbæjar. Á Íslandi eins og í öðrum lýðræðisríkjum er grundvallarregla að hengja ekki upp kosningaáróður á og í opinberum byggingum. Íbúar í Mosfellsbæjar eiga rétt á því að þeim sé hlíft við slíkum áróðri þegar þeir koma í erindagjörðum á bæjarskrifstofu sína. Íbúarhreyfingin hvetur Sjálfstæðisflokkinn til að virða þá meginreglu að merkja framboði sínu ekki í húsi sem í hugum Mosfellinga er ráðhús bæjarins. Það sem síðan kom í ljós var það við nánari eftirgrennslan kom það náttúrulega í ljós að þetta hús var byggt sem ráðhús. Og það voru birtar af því fréttir í flestum fjölmiðlum landsins að Mosfellingar væri að byggja sér ráðhús. Þannig að það fer ekkert á milli mála að þetta er ráðhúsbygging bæjarins og Sjálfstæðisflokkurinn er búinn að leggja það ráðhús undir sig með kosningaáróðri. Og því höfnum við þannig vinnubrögðum höfnum við í íbúarhreyfingunni. Þetta er ólýðræðislegt og þetta er líka algjörlega ósiðlegt. Haraldur Sverrisson, þú næstum mældarskrá. Gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti. Það svo til að í þessu ágæta húsi sem við erum stödd í núna er margvísleg starfsemi. Meðal annars eru bæjarskrifstofur í þessu húsi sem og margvísleg önnur þjónusta og fyrirtæki. Þannig að því er ekki hægt að halda því fram að hér sé hús sem eingöngu hýsi starfsemi bæjarins. Það er algjörlega aðfrá. Það hefur verið þannig hér undanfarnum kosningum
að flokkar hafa hér fengið aðsetur til þess að vera með sína starfsemi, bæði í tengslu við kosningar sem og bara skrifstofur sem eru aðstöðu sem flokkur hefur ekki bara í tengslu við kosningar. Fyrir síðustu kosningar voru 2 flokkar hér með kosningarskrifstofu á þessari jarðhæð í þessu húsi og auglýstu báðir í þessum gluggum sem að núna eru, eða annar er að auglýst í þeim gluggum sem núna er verið að kvarta yfir auglýsingum frá Sjálfstæðisflokknum og hinn auglýst í gluggum öðrum hinum megin á húsinu á sömu hæð. Í dag eru 3 flokkar með aðsetur í þessu húsi. Sjálfstæðisflokkurinn er með varanlega skrifstofarstöð sem hann leigir með langtímaleigum hér á jarðhæðinni og 2 aðrir flokkar með svokallaða kosningabása á hæðinu sem að Bónus er. Það er rými sem að er í eigu Reita ef ég skil það rétt. Það er ekki húsnæði í eigu bæjarins á torgið. Þess utan sem að í dag eru þá auglýsingar frá 2 framboðum, annars vegar á gluggum utanverðu og svo á hreinu framboði á vegga á innanverðu. Ég sé ekkert athugavert við þetta, ég verður bara að segja það alveg eins og það er. Og ég vísa því algjörlega að buga hér sem einhvern siðleysi að ræða. Það virðist einhvern veginn að vera þannig að þegar Sjálfstæðisflokkurinn gerir eitthvað, þá er það skyndilega orðið siðlaust, en þegar einhverjir aðrir gera það, þá er fullt siðgæði fólkið í því. Og það að Sjálfstæðisflokkurinn sé stærsti stjórnmálaflokkurinn í bænum, það sem flestir kjósendur flytja sér bak við að þar með sé það eitthvað óeðlilegra en aðrir, að hann nýti sér aðstöðu í þessu húsi, mér finnst þau rök ekki halda neinu vatni. Þannig að mér finnst þetta að vera stormur í vatnsglasi sem að engin ástæða til þess að vera fjalla meira Við lýstum, eða Sjálfstæðisflokkurinn lýsti sinni afstöðu í bókunni í bæjarráði og við stöndum við hann. Ólafur Ingi er næstur, gjörðu svo vel, Ólafur. Forseti, hér hefur undir sama máli og ég var nú að segja það að fyrir 4 árum þá voru hér auglýsingar og það er alveg rétt sem hefur verið talað þetta hefur verið gert áður. Það er ekki þar með sagt að mér hafi ekki fundist það ósmekklegt þá, og ég svo sem gerði það ekki einu dagskrármáli, hvorki hér en annars staðar, mér fannst bara það að vera ósmekklegt. Og þá vík ég kannski að því sem að mér finnst svolítið, við þurfum að hafa í huga, við sem störfum í stjórnmálaflokkum, að það er það þegar við veljum okkur staðsetningu fyrir kosningaskrifstofu. Við þurfum svolítið að spá í svona hvar eru. Ég skil alveg að menn vilja hafa þessi næst miðsvæðis eða það sem að fólk tekur eftir þeim að slíkt. En við þurfum líka svolítið að spá í það, mér finnst þetta svona siðferðileg spurning hvar þar eru niðurkomnar. Og mér finnst þetta ekki vera góð staðsetning að vera með kosningaskrifstofu hér í þessu húsi, hvað þá að setja ábyrgjandi auglýsingar sem nánast dekorera hér neðri þeirra. Bara þannig að það sé sagt. Nú síðan, en það sem ég velti hins vegar fyrir mér er það, og það er eins og kom fram í bókun okkar Samfylkingarflokks eða bókun fulltrúa Samfylkingarinnar í bæjarráði, að þá er það eftirlega ekki hlutverk bæjarráðs per se að vera eitthvað svona siðgæðislögregla fyrir aðra stjórnmálaflokka í bænum eða yfir höfuð bara aðra aðila, alveg saman hvort að það er Sjálfstæðisflokkurinn eða Íslandsbanki eða Íbúðarhreyfingin eitthvað annað. Það verður hver að gæta sínu siðferði sjálfur. Hins vegar þá vakna svona ákveðna spurningar vegna þess að oft er það í svona húsnæði að það gilda ákveðna reglur merkingar á húsnæðinu. Og það eru svona einhvers konar húsreglur, hvað er leyft og hvað má. Ég vænti þess fastlega að það sé einhver reglur til það hvað má setja á veggi þessa hús. Ég hef alveg virkilega góðan skilning á því að þeir sem bara búa hér eru norðamegin eins og Bónus og áfengisverslunin að þeir setji sitt merki, en þeir hafi mættilega tekið því það eru engin merki hér á þeirri hlið hér sem að núna er verið að auglýsa á
hálfu Sjálfstæðisflokks. Þannig að það er spurning hvort að, nú veit ég ekkert hver fulltrúi Mosfellsbæjar í hússtjórnina. Það hefur kannski verið rétt að sá aðili eða að fá þær upplýsingar hvort að slíka reglur eru til og hvort að þetta sé heimilt innan þeirra regluna. Nú, já, ég held að sé eiginlega nokkurn veginn komið þessu, eins og ég sé, við bæjarráðið ekki síðustu lögregla fyrir hvorki fyrirtæki, flokka eða stofnanir. Takk. Sigrún Bársdóttir, gjörðu svo vel. Það er harla einkennilegt af bæjarstjóra að bera sveitarstjórnarskrifstofur saman við einkafyrirtæki. Það gilda náttúrulega bara allt aðra reglur einkafyrirtæki en opinberar skrifstofur sem eru í rauninni í eign alls sveitarfélagsins. Þetta er ekki einkafyrirtæki og það er það sem þar virðist vanta upp á einhvern skilning hjá Sjálfstæðisflokknum. Og það er líka ansið að hlusta bæjarstjóra segja frá því að hann megi gera þetta af því að einhverju aðrir hafi gert það. Bæjarstjóri er stjórnvald í þessu sveitarfélagi og stjórnvald getur ekki komið fram fyrir skjöldu og sagt, heyrðu, þú gerðir þetta, ég hlýt að mega að gera það líka. Þannig bara virkar ekki þessi starfsemi. Við bara þurfum að horfast í augu við það að við erum hér til að gæta hagsmuna allra Mosfellsfellinga, ekki bara Sjálfstæðisflokksins. Það er eiginlega staðreynd og mér langar með leyfi forseta að lesa upp úr smá lögum. Það eru myndlistarlög og það er algengt að hengja listaverk á opinbera byggingar og hér er sem sagt hugtakið opinber bygging, það er skilgreint hér sem sagt. Byggingar sem ríkissjóður til opinbera bygginga teljast byggingar sem ríkissjóður fjármagnar að nokkru eða öllu leyti samanber ákveðin lög skipan opinbera framkvæmda, byggingar sem reistar eru á vegum ríkisstofnana sem hafa sjálfstæðan fjárhag og eru því ekki háðar fjárveitinga ákvörðun Alþingis byggingaframkvæmdir, byggingar sem reistar eru fyrir ríkið samkvæmt samningi einkaframkvæmd, framkvæmdir sem fela í sig gagngera endurbætur á eldra húsnæði og ber að fara með þær framkvæmdir eins og nýbyggingu væri að ræða, húsnæði sem ríkið tekur á leigu til að minnsta kosti 10 ára og það er það atriði sem gildir hér. Því í næstu grein segir byggingar sveitarfélaga og stofnana þeirra geta ennfremur talist opinbera bygginga enda séu umráð sveitarfélagsins yfir þeim með hliðstæðum hætti og greinir í 1. málsgrein. Til opinbera bygginga í skilningi laga þessara teljast hins vegar ekki byggingar sem eru reistar til bráðabirgða. En allavega, það er alveg deginuljósara að þetta hús var byggt sem ráðhús Mosfellinga og þetta hús er opinber bygging samkvæmt skilgreiningi þessara laga. Nú, Haraldur, þú við með orðið, gjörðu svo vel. Það er bara örstuð, sko. Ég var ekki að bera neitt saman bæjarskrifstofu og einkafyrirtæki. Ég var bara að segja í minni ræðu áðan hér í þessu húsi væri bæði skrifstofu bæjarins og einkafyrirtæki. Það er engin samanburður fólkin í því að gera það. Hvað var þessar tilvörtun í lög með bæjarfulltrúa íbúðahreyfingarinnar flutti hér. Ég er algjörlega ósammála túlkun hennar á þeim og örlítið ætla ég ekki að ræða þetta hér frekar. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs þetta mál, þetta var númer 7 á dagskránni.
En orðið er ennþá laust önnur mál, ef það viljið ræða það. Þetta er bæjaráð, 11. maí. Svo ekki, þá er umræðan lokið og við greiðum atkvæði, göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér eru bennur rétt hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að nefndum. Það eru 5 fundargerðir frá nefndum. Við byrjum á íþrótta- og tómstundunefnd sem hélt fund nr. 221, 3. maí síðastliðinn. Orðið er laust. Nú, það kveður sem engin hljóðs, þá er umræðan lokið með þessa fundargerð og þeir sem staðfesta hana eins og einstök mál bera með sér er bennur rétt hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum líka. Þá er komið að menningarmálanefnd. Það er fundur nr. 212, þar var nú eitt mál á dagskrá, 7. maí síðastliðinn. Orðið er laust. Nú engin kveður sem hljóðs, þá er umræðan lokið og við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og hún ber með sér, þetta var nú bara eitt mál og hún er samþykkt með 9 atkvæðum, menningarmálanefnd. Þá er komið að skipulagsnefnd, fundur nr. 461, 9. maí. Það voru nú fleiri mál á dagskrá. Orðið er laust. Nú, engin kveður sem hljóðs, þá er umræðan lokið og þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér eru bennur rétt hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum sömuleiðis. Umhverfisnefnd, þá er komið umhverfisnefnd. Hún hélt fund 8. maí síðastliðinn, það var fundur nr. 189 ásækið. Orðið er laust. Þá fundargerð. Ég ætla að gefa sjálfur mér orðið og ræða þetta eina mál stuttlega. Það heitir hér á blaðinu endurskoðun umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Það er náttúrulega rætt hérna áður við þetta borð. Það sem við gerðum á þessum síðasta fundi nefndarinnar var það að ræða umhverfisstefnu sem er í vinnslu og það var mikill áfangi í þeirri vinnslu að boða hérna til íbúafundar 22. mars síðastliðinn. Og við vorum að fara yfir það sem kom út úr því góðu vinnu, þarna mætti 40 manns þar bil og mjög skemmtilegar umræður og góðar og það er verið að vinna úr því og þetta er komið svona rekspöl en auðvitað ekki búið og það verður þá verkefni nýrrar umhverfisnefndar á nýju kjörtímabili að taka við þeim bolta. Við teljum í umhverfisnefndina að við séum að skila góðu búi og skila kyndinu til næstu nefndar. Við göngum til atkvæða þessa fundargerð, umhverfisnefnd, nr. 189, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að þróunar- og ferðamálanefnd, 8. maí, sömuleiðis þess, með 8. maí síðastliðinn, fundur nr. 67, orðið er laust. Það var aðeins eitt mál á dagskrá þar og umræðum er lokið. Göngum til atkvæða, þeir sem samþykkja þessa fundargerð er bennur rétt hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundargerðum sem er hér lagðar fram til kynningar. Þær eru 5 líka. Við byrjum á afgreiðslufundi byggingafulltrúa. Fundur nr. 331, 7. maí. Orðið er laust. Nú það kveður sem engin hljóðs hér og þá er umræðan lokið og þessi fundargerð er lögð fram. Þá förum við í stjórn Sorpu, fundur nr. 390, haldinn á skrifstofu byggðasamlagsins, föstudaginn 4. maí, síðastliðinn, orðið er laust. Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, mig langar að ræða mál nr. 1, aðeins að segja frá því að á þessum fundi var sem sagt framkvæmdastjóri umboð frá stjórn til að skrifa undir byggingu gas- og jarðgerastöðvar í Álfsnesi. Þetta var ákaflega ánægjulegur fundur þar sem að þetta ferli hefur verið langt og strangt og loksins komið að því að hefja þessa byggingu og það hefur alltaf tekið þetta langan tíma út af ýmsum málum sem hafa komið upp en þetta var mjög ánægjulegt þannig að nú erum við að hefjast handa í Álfsnesi og eins og við vitum hvernig staðan þar hefur verið undanfarin ár þannig að nú getum við tekið gleði okkur á ný og það er ættum málun að fara að komast í gott horf innan skamms.
Þannig að það nú bara það sem að ég vildi taka fram hér undir þessari fundargerð. Já, fleiri hafa ekki nú hvað sé ljós á þessa fundargerð og hún þá lögð fram, fundargerð stjórnar Sorpu. Þá förum við í fundargerð frá stjórn Samband Íslenskra Sveitafélaga. Þessi fundur var nr. 859 og haldinn 27. apríl síðastliðinn í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 Reykjavík. Orðið laust og það hvað þessu engin ljós hér. Það voru nú fjölmörg mál á dagskrá, 36 mál. En þessi fundargerð lögð fram, þetta þessu engin ljós. Og þá förum við í næstu fundargerð og það fundargerð frá svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Var haldinn 4. maí síðastliðinn í Hamraborg. Ólafur Ingi hefur búið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að hlaupa hér í skarðið fyrir ágæta kollega, Bryndísi Haraldsdóttur bæjarfulltrúa sem hefur yfirleitt haft orð fyrir okkur í svæðisskipulagsnefndinni. Og mér langar hér að vekja sérstaklega athygli á fyrsta máli dagskrár þessa fundar sem breyting vegna borgarlínu. Það sem raunverulega fyrsta svæðisskipulagsbreytingin. Með þessum áfanga þá öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu búin að samþykkja þetta. Þessa breytingu sem varðandi borgarlínu. Og næsta dag þá fer þetta í auglýsingu og síðan til skipulagsstofnunar. Þannig að ég vil bara vekja athygli á þessu. Þetta svona sérstaklega ánægjulegur áfangi sem búið að vinna að. Náttúrulega þegar ég kom í þessa svæðisskipulagið í kjörtímabilsins. Var kannski líka svona fyrst út við byrjaði að tala það að nú veit ég ekki hvort að ég sitja áfram í þessari nefnd eða fæ tækifæri til þess. En þá langar mér bara svona að minnast þess að af þeim verkum sem ég hef unnið í sveitarstjórn þá held ég að þetta hafi verið eitt það ánægjulegasta. Það var unnið mjög vel í þessari nefnd, það var góður samhljómur þvert á pólitík, þvert á sveitarfélög og að mörgu leyti til fyrirmyndar. Og það var svo sem eftir fund að það var það samdóma álit þeirra sem þarna hafa starfað og virkilega góður upp. Ég nota bara tækifæri hér og þakka þeim fyrir og sérstaklega Bryndísi Haraldsdóttur sem var einstaklega gott að vinna með þessu. Annað málið Já, bara svo skjótið inn, einhver sem vil ræða fyrsta málið? Borgarlínuna? Þá heldur þú bara áfram, Ólafur? Já, þá kannski langar við aðeins að vekja athygli á mál nr. 2, það sem úttekt á rými innan svæðisskipulags undir athafna og iðnaðarsvæði. En eins og þið eflaust munið að þá var ákveðið að ráðast í þessa athugun. Og það hefur til dæmis, og þetta sem næri yfir höfuðborgarsvæðið og það náttúrulega ýmislegt sem koma óvart í þessari athugun, eins og til dæmis það að það virðist vera alveg nægjanlegt rými undir athafna og iðnaðarsvæði á höfuðborgarsvæðinu. Þvert á það sem að maður hefur heyrt og hér hafði verið sagt meðal annars í sambandi frá aðilum sem voru að sækjast eftir slíku landi í þessu sveitarfélagi. En það svo sem misjafnt miðað við hvað þarfirnar eru en miðað við þær þarfir undanfarinna ára að þá ætti þetta að duga okkur næstu 40 ára. Þetta gæti það verið bara næstu 20 ár, en það samt nægilega mikið í öllu þessu lóðaskorti sem við erum að tala um. En ég vildi bara vekja athygli á þessu og hvetja ykkur endilega til þess að kynna ykkur þessa kynningu á þessu málum. Já, einhver sem vil ræða einhver önnur mál í þessari fundargerð? Svæðisskipulagsnefndar, Hafsteinn Pálsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég held að það sé nauðsynlegt að það verði sérstök kynning á þessu öðru máli fyrir bæjarstjórn, öðru hvorum yfir kosningar og einnig fyrir það þarf að ná á til nýra bæjarstjórnar, held ég. Því að það svona held ég spurning það hvaða sýn menn hafa á þessar úttekt og það sé bara nauðsynlegt að við fyrir okkar part förum í gegnum það og við þurfum líka að horfa á það til þess hvort að það sé þá út frá okkar
sem sagt innan Mosfellsbæjar, en ekki bara að horfa á höfuðborgarsvæðið sem heild, heldur að horfa líka á rými innan bæjamarkana og skoða það. Ég er ekkert að segja að það við endilega að breyta því, en ég held að þessi nauðsynlegt að við rýnum það niðurstöðuna með hagsmuni þessa sveitarfélags okkar að leiðarljósi og meta næstu skref. Já, við erum ennþá að ræða fundargerð svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Enginn kveður sér frekar hljóðs, þá er umræðan þá fundargerð lokið og hún er lögð fram. Nú þá er komið að síðustu fundargerð þessa fundar og það er stjórn SSH. Og þá er fundur nummer 457, fundurum að haldin 7. maí síðastliðinn í Bláfjöllum og orðið laust. Haraldur. Já, forseti, ég ætla að bara vekja athygli á því að þetta var nú svolítið sérstakur fundur og merkilegur. Í fyrsta lagi fyrir það sakir að hann var haldinn í Bláfjöllum sem haldinn hefur verið gert áður. En ástæðan fyrir því að hann var haldinn í Bláfjöllum er sá að það var að vera að skrifa undir samkomulag sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu innan vébanda SSH að auknu fjármagni og auknu verkefni varðandi skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins. Það er að segja að fara í gagngera endurbætur á búnaði og öðru lyftum og öðru skíðasvæðunum sem og að hefja snjóframleiðslu. Og sérstaklega ánægjulegt er í þessu líka að það átti sér stað var búið að samþykkja í þessu samkomulagi að hefja miklar endurbætur í Skálafelli. Þannig að mér langaði bara að lýsa ánægju minni með þetta fyrir hand okkar hér og ég vissum það að allir bæjarfulltrúar eru ánægðir með það að skíðaíþróttinni er gert svona hátt undir höfði nú eins og þarna kemur fram og til að þetta sé framfaraskref fyrir okkur íbúana á höfuðborgarsvæðinu. Já. Ég hef nú sett sjálf mig hérna á mælendaskrá undir þessum lið. Undir þessari fundargerð og undir þessum lið sem var nummer 3 sem að ber þetta heiti málefni skíðasvæðanna, samkomulag endurnýjun og uppbyggingu á mannvirkjum skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins og við erum þá að tala Skálafell og Bláfjöll. Þannig eins og hér er komið fram, það var ekki tilviljun að þessi fundur var haldinn upp í Bláfjöllum og þetta við höfum nú rætt þetta áður hérna við þetta borð og allir sammála það að þetta er mikið skref fram á veginn að hefja hérna eiginlega stór sókn á þessum vettvangi á báðum stöðum, Bláfjöllum og Skálafelli. Við höfum nú Mosfellingar hann horft svolítið til Skálafellsins undanförnum áratugum sem skíðasvæðis. Það er nú verið svolítið dapurleg staða undanfarna áratugi en nú verður hafinn samkvæmt þessari áætlun stór sókn á mörgum sviðum þar. Þannig að ég bara fagna þessari samþykkt, þessari undirritun. Þetta voru sem sagt bæjarstjórarnir sem undirrituðu þarna samkomulagið á þessum fundi. Einhver sem vil ræða þessa fundargerð frekar? Nú svo er ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram og þetta var síðasta máli sem við ræðum hér í dag og ég þakka ykkur fyrir fundarsetuna og segi fundi slítið.